Haraldur Benediktsson er fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis, en Haraldur, Halli á Rein, er ekki bara þingmaður. Hann ásamt fjölskyldu rekur myndalegt kúabú á Vestri Rein í Hvalfirði. Ætli þessi störf eigi eitthvað sameiginlegt og ætli hefði aldrei komið neitt annað til greina en að halda áfram búskap. Nei, það var alltaf stefnan og alltaf ætlunin að vera bóndi og vera bóndi hér. Ég man ekki eftir annarri ákvörðun og man ekki eftir annarri hugsun heldur bara að búa hér á Reyni. Sko. Já. Þannig að þetta þér verið bara í blóð borið, algjörlega. Já, þetta bara, eins og ég segi stundum, sko, minn hugarheimur var bara þessi og ég hafði og hef brennandi áhuga á búskap. Ég er náttúrulega vænt jörðina, þetta er eins og gengur. Núna ég kynntist því þegar ég var í bændapólitík. Í nágrannalöndum okkar, þá sögðu menn alltaf af hvaða kynslóðir væru þegar sem þeir sætu jörðirnar. Nú get ég sagt að ég er af 4. kynslóð. En það voru þá félagar mínir sem ég var að hitta þarna í bændapólitík Skandinavíu. Þeir voru kannski 8. og 9. kynslóð því að það er svo stutt síðan að fólk settist eiginlega að. Það voru svo miklu flutningar á milli jarða í gamla daga og alveg framundir 1900. Þannig að við höfum ekki kannski alveg svona sögunum á einstaka stað. En ég er sem sagt 4. kynslóð þessara ættar og þessari jörð. Í framhaldi af því að vera hér starfandi bóndi þá fléttast inn í bændapólitíkina. Já. Hvernig vildi það til? Eins og svo margt í mínu lífi, bara tilviljun og óvart einhvern veginn. Það gerist, þú ert í búskap og þá áttu, segi ég, að sinna þínum skyldum í félagsmálum. Svo leiddi eitt af öðru og ég varð allt í einu orðinn formaður bændasamtakanna, var það í 9 ár. Það var mjög skemmtilegu tími, en svo var sá tími bara búinn og ég er búinn að skila mínu þar. Þá gastu bara ekki hægt í samfélagsþjónustu, fórstu beint í landspólitíkina eða hvernig er það? Já, ég fór í landsmálapólitíkina, kostaði mér röðun og lista haustið 2012 og það var svona líka tilviljun, segi ég. Það var ekki endilega á kortinu að ég væri að fara beint þangað en svo leið atvikin þetta svona fram að ég er búinn að vera á þinginu síðan 2013. Hef óskaplega gaman að því. Ég skal alveg játa það, ég var ekki alveg tilbúinn að hætta í svona félagsmálavesinni þegar ég var búinn með tímann minn í bændasamtökunum. Hvað öll þessi vinna meðfram búskap, hvernig fléttast þetta saman? Þetta getur verið strempið og þetta lendir líka mikið á mínu fólki. Við höfum líka haft mjög góða aðstöðu gegnum árin en þetta er oft ansi langir dagar. Ég finnst það skemmtilegt að nú er svona þingstörfin aftur að hefjast núna næstu viku og þá hitti ég félaga mína alla brúna og útkvilda en meðan ég kemur örþreyttur úr heyskapnum og það er svona sá punktur sem ég finn kannski mest fyrir. Þetta er fjandi mikil vinna, svo ég segi ljótt. Já, það er aldrei stopp. Það er aldrei stopp, það er alltaf tarnir. Á þetta eitthvað sameiginlegt, alþingistarf og búmennska? Já, hún á það sameiginlegt að vera svona óútreiknanleg. Þú getur aldrei sagt á morgni, já svona verður dagurinn. Það er hvorki hægt í búskap eða pólitík. Hún á kannski líka það sameiginlegt að manni finnst stundum lítið ganga en svo sér maður líka oft mikið eftir sig. Það er það sem gefur þessu gildi. Þetta er svolítið fjölbreytt landbúnaðarstarfið eða sem sagt bændastarfið og það var náttúrulega líka við þingstarfið. Já, þú getur alveg farið í fjós á morgni og verið búin að rífa í sundur traktor klukkan 10 sem þú ætlaðir ekki að gera. Það er í þingmennskunni eru allt í einu kannski bara konar kosningar. Ég hef alveg upplefað það, fara heim úr þinghúsinu og fara svo bara að sofa og þegar ég vaknaði þá er bara ríkisstjórnin farin og búið til kosninga. Þetta er óútreiknanlegt á margan hátt en mjög skemmtilegt. Það er svona kannski ekki ólíkt að því leyti, þú þarft að kunna skila ótal mörgum hlutum. Þú þarft að þekkja svona grundvallarþætti í mjög mörgu, geta tileinkað þér. Og þú kannski ekki sérfræðingur á neinu sviði. Það er eiginlega svolítið í búskapnum. Þú ert náttúrulega ekki sérfræðingur í vélaviðgerðum, kannski meiri sérfræðingur í að
rækta gras eða fóðra kýr, sko. En þetta er líkt að því leyti að þú þarft að sitja þig inn í margt og þú þarft að tileinka þér alls konar þekkingu og alls konar hugmyndir og vísindi líka. Og þannig býrðu til, sko, verðmætin, hvort sem að það er mjólkin eða grasið og það er mörgulítið líkt með pólitíkina. Þetta er óskaplega fjölbreytt, þú ert að vinna í mjög mörgum málum og ólíkum málum, oft málum sem að ég hef til dæmis aldrei hugsað eins og til dæmis fara ofan í saumana á fjármálum einstakra stofnana eða eitthvað slíkt, sko. Þetta er hérna áskorunin alla daga. Hérna, ertu tilbúin að sökkva inn í þetta og ná tökum á þessu? Það er kannski það sem að mér finnst líkt með þessum tveimur. Þegar að þingstörfum lýkur á vorin, sem er það ekki yfirleitt í júní, er þá rétt hjá mér að þú hættir að raka þig og treður jakkafötunum alveg innst í skápinn? Já, það sést. Já, svona einhvern tímann 10. júlí þá róast mikið í samfélaginu og þá svona fara fundirnir að detta niður, þá hérna leyfir maður sér að bara vera frjálslegur. Þetta bara hefur komið svona sumarskegg í nokkur ár og ég safnaði þessu fyrir Pál Magnússon, hann er mjög hrifinn af þessu. Heldur þú komir jafn endurnærður og Páll og þeir? Já, kannski? ég náttúrulega kem miklu fyllir í lífsandans heldur en þeir sem hafa sitið á sólarströnd. Nei, ég ætla ekki að segja það, en það er mikil hvíld að fara í bústörf í miðju argaþrasi pólitíkurinnar. Mér finnst alltaf best að hugsa við mjaltir í mjaltabásnum. Ég fæ þar oft mína bestu hugmyndir og búskapurinn er eiginlega frábært líka hvar frá þessu þrasi sem maður er stundum í og svona þessum svona átökum sem að fylgja starfinu. En ég hef líka sagt, og mér finnst fólki kannski komað á óvart, ég var í bændapólitík í 9 ár og félagsmálum öðrum þar á undan. Að stíga yfir í landsmálin voru upplifunin því leyti að það er bara mikill og góð vinskapur í pólitíkinni og hlýja á milli fólks. Það er kannski, fólk upplifir það ekki endilega, en þannig er það nú. Þvert á flokka? Já, það er alveg þvert á flokka og hérna samheldni í fólki og samhugur oft þegar hérna, þannig stendur á.